halló, 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 hæ, hvað heitirðu, ég elska þig. Það svo gaman að því bara ef ég byrja á ég elska þig, að það oft með kalla að þeir eru svona að spara orðin og segja þetta ekki oft. En að segja ég elska þig, það kennir öðrum. Bara segja ég elska þig þegar maður hringir í einhvern og ég segi þetta meira að segja þegar ég hringi í Íslandsbanka, ég segi ég elska þig þegar það eru búin að redda mér yfir drætti, það er nú hættar því núna, ég komið svo langt á dráttinn, en það eru orðin sem skipta máli, hvernig við óskum okkur til dæmis og hvernig við eigum að hafa svolítið eins og börn með það að bara svona létt og kátt að hugsa, væri það ekki dásamlegt að þetta myndi gerast, setja eitt gott orð á undan setningunni. Og það væri svo yndislegt að hitta Brad Pitt. Já, og svo að tala af einlægni við börn. Hvað segir við ömmu? Má ég sjá? Lyfta börnum er líka mjög gott. Hann er þarna á ömmu, þú veist, dæmi, bæli, rúmi, sófa, þú veist, það sem hann var áðan. Já. Og muna það að það er engin mistök þó að ég hafi verið að tala við barn. Maður á alltaf eiginlega að tala eins og einhver sé að hlusta. Því að innri orkan okkar er að hlusta. Og frumurnar er að hlusta. Svo erum við að skoða líka drauman okkar. Ég ætla nefnilega að fara svolítið út í drauma. Að dreyma grænt og dreyma... Já, þarna er sko framleiðandinn, sko, þarna var hann aðeins að gera þetta. Og nú eru allir hættir að horfa, nema þú. Vegna þess að við þolum bara í 30 sekúndar, þá erum búin að skipta. Að dreyma grænt þýðir peninga. Það eru það sem þýðir peninga og peningar eru til að gleðja okkur. En við skulum líka muna að gleðja aðra með peningum og gefa þeim hluti. Því það er að gefa fyrir gútu vil. Ef þú gefur, færið einhvers staðar annars staðar frá. En gefa frá hjartanu, ekki vera súr eða sár, alveg sama hvað er. Að dreyma eldgos gæti verið fyrir eldgosi en maður er draumspakur. En að dreyma eldgos er fyrir rifrildi og eftir því sem hraunið fyrir nærð þér, þá er meira rifrildi. Það er nú hreinlega þannig. Og þetta eru líka jarðhræringar og allt þetta, það er verið að vara okkur við. Skítugt og drullugt vatn til dæmis. Þetta eru svona undirstöður draumana. Skítugt og drullugt er líklega sama. Skítur og drulla, það segir ekki neitt hvort er. Að það er fyrir veikindum eftir því sem að vatnið er skítugra og meira úfið og þó við segjum vitlaust orð, þá megum við bara segja það aftur og okkur á að vera skítsama, talandi drullu. Og það er fyrir veikindum og þetta er verið að vara okkur við. Það er verið að vara okkur við í þessu lífi. Og ef þú dreynir mér tært vatn og svo leiðis, já, hafðu gaman! Og það verið að vara okkur við í þessu lífi. Draumar eru til að vara okkur við, ekki endilega til að segja okkur hvað gerist. Og eftir því sem þú þróar betur að hlusta á draumana þína, eftir því færðu skýrari drauma. Ef þú veitir þeim enga athygli og þeir detta bara á gólfið þegar þú vaknar og þú manst á alls ekki, þá hætturðu að muna draumana þína. Þess vegna muna kallar síður drauma heldur konur. Og það er gott að kalla á drauma. Þannig að þú biður að kvöldi til að fá að muna drauminn. Og þú biður að vakna á muna drauminn fyrir einhverju því þú vilt fá skilaboð frá vitundinni þinni í til vitundinnar þinnar í hjartanu, frá alvitund til þinnar vitundar. Og undirstöðu drauma, það er aðalatriði að vita það. Það er til dæmis hús, það er sálin þín. Ef það ferð í hús sem þú áttir einhvern tímann afiðinn og amma og eitthvað svona, þá er það meira sem að þú rekur þig á eitthvað úr fortíðinni og yfirleitt er að vera í húsi sem fortíðin átti, er að þú þurft að skoða vandlega hvað er að gerast. Því það er oft fyrir árekstrum og erfiðleikum í þínu persónulega lífi. Sálin þín, sem sagt, þú dreymir þín í húsi þar sem er stórt eldhús, það er fyrir velsæld og ef að herbyggin eru björt og stór og þá líður þér vel og stofan og þér líður vel. Og líka þér líður vel í draumnum, þá er það yfirleitt fyrir góðu.
og húsin skipta ofsalega miklu máli og svo farartæki. Á hvernig bíl ertu að keyra? Ertu við stýrið í þessari ferð, þá ertu við stýrið og þér að ganga vel. Mér dreymdi svo oft að ég var að keyra á trukkum, risatrukkum og ég hafði ekki neina stjórn. Og það var svo algengt að ég tók að mér eitthvað sem ég bara gat ekki alveg leyst og var hrædd og kvíðin og ýmislegt. Og ef þú keyrir út af, þá það ekki, fyrir hvað þá keyrir þú út af einhverju í lífinu. Ef þú ert í aftursætinu, þá ert ekki að stjórna neinu. Þá einhver annar að stjórna fyrir þig. Þú átt að stýra þínu lífi. Allir árekstrar og svona, það fer eftir í hvað það mikið. Litur skiptir líka máli á farartæki, hvort það sé hjól, hvort þú sért að ganga. Öll farartæki, best að vera á þotu og vera við stýrið. Það var allt að ganga vel. Svo eitt sem alveg ofboðslega mikilvægt í draumum já, það til dæmis, ég átti eftir að skoða eitt með þetta, það fólk telur sig að kúkur eða skítur, mannaskítur, sé fyrir peningum. Það kannski ef þú ert búin að stimpla það inn í vitundina og þú ert farin að dreyma í tengslum við það svoleiðis. En yfirleitt það nákvæmlega bara fyrir vesinni. Því meiri skítur, því meira vesin. Og svo tennur og kjálkar og svona, rosalega mikilvægt. Ef þú missir tönn, þá það fyrir missir ekki endilega dauðsfall. Ef það blóð og svona, þá myndi ég nú vilja athuga það. Framtönn, meira vesen, og það getur verið alveg eins fjárhagslegt eða veraldlegt, alveg nákvæmlega eins og það getur verið einhver manneskja sem að hverfur úr lífi manns. Hverfur úr þessu lifandi lífi en fer náttúrulega í sumarlandið. Og ég man eftir því að komu til mín 2 manneskjur og með stuttu millibíla og það dreymdu báðar að þær hefðu misst heilan kjálka sem soldið. Og það kom í ljós innan viku, þá var búið að reka þær úr starfinu. Og það dreymdu eiginlega alveg eins draum. Og ég hef líka lent í að dreyma alveg sama drauminn og manneskjan í næsta herbergi gerði. Þetta svo magnað. Og þegar þið farið að skrifa niður svör, eða þegar þið draumana, bara hvort þið vaknið á nóttunni eða ekki, þá fáið þið fleiri drauma. Og oft fáið þið þá drauma sem að gerast bara daginn eftir. Það kallast að dreyma fyrir daglátum. Þið sjáu kannski bíl á hliðinni eða græna Volkswagen, bjöllu, flauta of mikið og það að því sálin náttúrulega svo stór, hún fyrir aðeins á undan manni og kemur með skilaboðin og þetta ekkert neitt merkilegt. Ekki neitt sérstaklega merkilegt. Þetta eru svona undirstöðuatriði og litir. Rautt náttúrulega ást. Það rautt. Og grænt eru velfarnaður og blátt andleg svona hamingja, skilurðu, hjartans hamingja, kærleikurinn og allt sem tengist í kringu það. Að dreyma bróderað, svona hvítt bróderað sem útsaumað, mér fannst hræðilegt. Að það ég sagði mömmu minni sem var einum og mikill draumspekingur fyrir minn smekka því það var allt í draumum, að vinkonu minni hefði dreymt að hún hafði lagt sæng yfir barnið sitt og það var allt bara útsaumað og hvítt sem hún lagði yfir svo ofsalega fallegt lag eða sæng eða eitthvað og barnið var ófætt og svoleiðis og mamma sagði þetta barn deyr. Mamma var stundum svolítið svona og ég get ekki komið svona skilaboðum til skila. Það því að þau eru ekki til að breyta neinu ef það gerist hvort þið og barnið dó. Það bara dó. Og svo það getur verið að svona fallegir hlutir geta verið fyrir erfiðleikum. Þetta eru viðvaranir. Það verður að vara við. Og einhver vinkonan mömmu kom og þá brotnaði hringurinn hennar í draumi. Maðurinn deyr. Ég hefði frekar kannski orðað það öðruvísi því að hann fórst á sjó að ef þú getur ekki komið í veg fyrir það. Þarna ekkert verið að segja að þú getur komið í veg fyrir það. En þetta bara svona skilaboð með hluti. En hringar eru oft fyrir bleikur hringur fyrir stúlkubarni og blár fyrir dreng og svo eru hringar bara fyrir góðu ef þeir eru fallegir og þið getið svo sent mér
bara, þið getið sendið mér, hvar í dag svo átt að senda mér eitthvað, skilurðu, kannski með drauma, ef ég á að svara einhverju í sambandi við drauma. Ekki bara best Facebook? Já, á Facebook, á Sigga Kling page. Fanpage, segi ég. Hún þetta fen ekki. Er þetta að senda þar? Já, senda mér þar, ef það er eitthvað sérstakt, því að ég hef mikinn áhuga á draumum og ég er bara rétt að tipla á bara svona smáatriðum, en ég veit eiginlega of mikið drauma. Við ætlum að hafa þetta gott í dag. Og hvað ertu að spá? Það er spurningin. Úps! Gefa þér blóm. Hvað viltu? Love you.